Hvað virðisaukaskattur og hvernig virkar hann? Virðisaukaskattur skattur sem við borgum til ríkisins sem á vörum og þjónustu. Oft skammstaður VFSK sem svona bara skammstöfun sem við notaðum þetta, stundum kallaður vaskur líka. Hann af 2%, þar að segja 11% og 24%. 11% á svona nauðsynlega þjónustu og nauðsynlegar vörur eins og matvörur, barnaföt og alls konar hluti sem við þurfum. 24% eiginlega allt annað. Virðisaukinn eitthvað sem bætist ofan á. Ef ég ætla að selja vöru á 100 kall og ætla að bæta 11% vaski ofan á, þá ger ég sinnum 0,11 og bæti við eða sinnum 1,11 sem þá 11 krónur eða svona. Þannig að ég þarf að skila 11 krónum af þessu ef ég var að reka búð til ríkisins, hérna 24 krónum eftir hvoru megin þetta lendir. Síðan það tax-free. Hvað það? Sumar búðir auglýsa stundum tax-free, þá búðin að gera eins og það sé engin virðisauki. En má búðin bara sleppa því að skila virðisauka inn til ríkisins? Nei, það ekki hægt. Þannig að búðin að gefa afslátt eins og það sé engin virðisauki. Og það nú yfirleitt á vörum sem með 24% vask, þá 24% afsláttur? Nei, því að ef að ég finn 24%, 0,24 sinnum 124, að finna 24% af þessu, það næstu því 30 krónur, 29,76 krónur, nótur náttúrulega ekki aura, þetta væri rúnað upp í 30 krónur. En vaskurinn var bara 24 krónur, sjáðu, þetta hækkaði bara 24 krónur. Ég get fundið rétta tölu með því að gera 124 deilt með 124 og þá fæ ég 0,1935. Þegar það tax-free afsláttur, þá 19,35% afsláttur. Sumar búðir rúna það af upp í 20%, en það af því að þegar ég bæti 24% og eitthvað, þá það sem ég bætti við 19,35% af verðinu eins og það lítur út með vaski. Það opaslega mikilvægt í tengslum við virðisaukaskatt og ýmislegt þegar kemur að afsláttum og bara afgreiðslu í búðum og að kaupa vörur að kunna prósentureikning, að kunna að bæta við, finna hvað þetta mörg prósent tómar þurfi vasareikning í símanum til þess að gera það, það alltaf leið, en að vita hvað ég á að gera. Því að það mjög auðvelt að svindla á fólki með því að láta fólk halda að það sé að fá meiri afslátt en það að fá í raun og veru.